Stærra álver í Helguvík krefst nýrra virkjana í Krýsuvík, Eldvörpum og neðri Þjórsá. Umhverfishópur Samfylkingarinnar skammar iðnaðarráðherra. Nýjar virkjanir þarf bæði í Krýsuvík og Eldvörpum vegna álvers í Helguvík og efast að sú fullyrðing iðnaðarráðherra standist að ekki þurfi einnig Þjórsárvirkjanir til að fullnægja orkuþörf álversins. Kristján Már Unnarsson. Össur Skarphéðinsson skýrði frá því í Fréttablaðinu helgina að hann hefði gefið grænt ljós á stuðning ríkisstjórnarinnar við 360.000 tonna álver í Helguvík, en leið sagði hann að ekki yrði þörf á virkjunum í neðri Þjórsá vegna þess. Endurskoðuð áform Norðurálsmanna gera ráð fyrir að álverið verið byggt upp í 4 áföngum sem teknir verið í notkun á árabilinu 2011 til 2015. Samkvæmt upplýsingum Stöðvar 2 geta þeir vænst þess að fá að hámarki 250 megawatt frá Hitaveitu Suðurnesja og önnur 250 frá Orkuveitu Reykjavíkur og þeir þurfi 100 til 150 megawatt frá Landsvirkjun. Þá þurfa þeir eitthvað í kringu 615 megawatt og við munum ekki útvega það fyrir þá, heldur ákveðin hluta, eins mun Hitaveita Suðurnesja koma málinu og Landsvirkjun þarf greinilega að koma þarna málinu líka. Landsvirkjun gæti þurft að skaffa enn meiri orku vegna óvissu orkuöflun Hitaveitu Suðurnesja sem þarf að virkja bæði í Krýsuvík og Eldvörpum en viðkomandi sveitarfélög, Hafnarfjörður og Grindavík, hafa hvorugt fallist á þau áform. Norðurálsmenn óskuðu fyrir vetur eftir orkukaupum frá Landsvirkjun, en samkvæmt heimildum Stöðvar 2 vísuðu Landsvirkjunarmenn þeim á ríkisstjórnina. Þetta væri með öðrum orðum pólitísk ákvörðun sem fulltrúar eiganda Landsvirkjunar yrðu að taka. Breyta þarf ársgamalli stjórnarsamþykkt Landsvirkjunar að ekki verði samið að sinni orkusölu til nýrra álvera á Suður- eða Vesturlandi og einnig kalla virkjanir í neðri Þjórsá á eignarnám jarða sem iðnaðarráðherra þarf að framkvæma. Landsvirkjunarmenn telja sig ekki hafa aðra kosti en neðri Þjórsá þar sem Búðarhálsvirkjun hefur þegar verið eyrnamerkt Straumsvík og raforkuflutningar úr öðrum landshlutum eru taldir óraunhæfir. Norðurálsmenn eru tilbúnir að leggja af stað með Helguvíkurframkvæmdir þótt eftir verða tryggja orku í 4. og síðasta áfanga álversins og gefur það ríkisstjórnarflokkunum færi á að fresta óþægilegri ákvörðun umdeildar virkjanir, jafnvel einhver ár. Yfirlýsing iðnaðarráðherra að ekki sé þörf á Þjórsárvirkjunum vegna Helguvíkur að mati viðmælenda Stöðvar 2 fremur byggð á óskhyggju en raunsæju mati og talin sett fram í þeirri von að forða megi innanflokksátökum. Össur Skarphéðinsson segir að neðri Þjórsá verði ekki virkjuð vegna álvers í Helguvík og ef orkan fáist ekki frá öðrum stöðum verði að minnka álverið. Kristján Már Unnarsson. Efasemdir eru að unnt verði að tryggja 360.000 tonna álveri í Helguvík nægilega raforku án þess að Landsvirkjun koma að málinu með virkjunum í neðri hluta Þjórsár. Iðnaðarráðherra segir hins vegar að fjárfestingarsamningur Norðuráls við ríki miði við að Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja leggi til orkuna og að Norðurál segi það duga. Nú ef að í ljós kemur að þetta er rangt hjá þeim og fyrirtækin, það er að segja HS og R, geta ekki aflað þessar orku og þá verða þessar ágætu menn bara minnka sitt álver, það er ekkert flóknara heldur en það. Í neðri Þjórsá fara þær ekki. Hann vill ekki nefna hvar í staðinn að fá orkuna, það sé ekki sitt að svara því. Iðnaðarráðherrann er nú með forræðið á því máli og við lútum hans leiðsögn í því. En viljið þið útiloka neðri Þjórsá í Helguvík? Ég tel ekki að þessi þörf á að virkja í neðri Þjórsá út af Helguvík, en almennt tel ég að neðri Þjórsá sé mjög góður virkjunarkostur. Ráðast þarf í smíði allt að 8 virkjana Suðvesturlands til að fullnægja gríðarlegri orkuþörf álvers í Helguvík. Kristján Már Unnarsson segir okkur næst frá því að ráðamenn Orkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja eru sammála að fyrirtæki muni ekki geta útvegað alla þá orku sem álver í Helguvík þarf innan 7 ára, þrátt fyrir að þau réðust í byggingu 6 virkjana. 200 megawatt hið minnsta vantar upp á, sem samsvarar því að virkja þyrfti til viðbótar bæði við Bitru og Urriðafoss til að ná endum saman. Iðnaðarráðherra hefur fyrir hönd ríkisstjórnarinnar gefið grænt ljós á að Norðurál reisi alltaf 360.000 tonna álver í Helguvík, en það yrði að framleiðslu getu tvöfalt stærra en álverið í Straumsvík. En hvaðan á að fá þau 625 megawatt sem þarf til að bræða allt þetta ál í Helguvík? Hitaveita Suðurnesja áformar að virkja á 3 stöðum, á Reykjanesi, Eldvörpum og í Krýsuvík og ná þannig samtals 250 megawattum. Þá vantar enn 375 megawatt. Orkuveita Reykjavíkur hefur sett upp áætlun 3 virkjanir í þessu skinni á Hellisheiði, í Hverahlíð og við Gráuhnjúka og hyggst þannig afla 175 megawatta. Þessar 6 virkjanir duga ekki til því enn vantar 200 megawatt. Líklegt þykir að horft verið til Bitru virkjunar en samt vantar enn meira. Hluti virkjana neðri Þjórsár eða allar 3 gætu brúað bilið.
Iðnaðarráðherra leggst hins vegar gegn því að orkan þaðan fari í Helguvík og segir að Norðurál verði að sætta sig við minna álver dugi rafmagnið frá Orkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja ekki til. Júlíus Jónsson, forstjóri Hitaveitu Suðurnesja og Guðlaugur Sverrisson, stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, segja báðir að þau fyrirtæki séu ekki í stakk búin til að útvega alla orkuna innan tímarammans en álverið á að vera komið í fullan rekstur árið 2015. Í þingliði Sjálfstæðismanna efast menn að rétt sé að útiloka Þjórsá fyrir Helguvík. Iðnaðarráðherra verður þá að koma með aðra virkjunarkosti ef hann telur þá ekki vera til staðar. Það nú hafa verið taldir einir svona bestu virkjunarkostir okkar neðri hluti Þjórsár og mér finnst bara aðalatriðið að koma hér með atvinnu skapandi tækifæri og hvaða virkjunarkosti við veljum til þess að uppfylla það þurfa þá menn að koma fram með. Ef þeir eru á móti neðri hluti Þjórsár þá þurfa að koma með aðra lausnir.